Þá segi ég 41. fund sveitarstjórnar Rangárþings ytra settan og áður en við göngum til dagskrár og þá tillaga í 2 liðum breytingar á dagskrá. Það annars vegar 4. liður atvinnu- og menningarmálanefnd 14. fundur og liður 10 Sörbar í Holtum landskipti. Allir sáttir við, þeir sem eru sáttir við þessar breytingar á dagskrá gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða, en áður en við göngum til dagskrár að þá ætlar Ágúst Sigurðsson sveitarstjóri að segja okkur frá því helsta sem hefur gerst á milli funda. Gjörðu svo vel, Ágúst. Já, takk fyrir það, Oddviti. Það bara fjárhagsáætlun og aftur fjárhagsáætlun. Nú stóra málið hjá okkur hérna í öllum deildum og þannig að það nú svona kannski það sem mest að frétta og síðan ánægjulegt að það ætlar að takast hjá okkur að klára framkvæmdir sumarsins áður heldur en að veturinn gengur endanlega í garð og núna í dag og morgun verið að klára malbika hérna á Hellu sem sé það búið malbika götur en það átti eftir að malbika 2 plön annars vegar hjá grunnskólanum og hins vegar hjá íþróttahúsinu og sparkvellinum og þessum inngangi þarna bakdyra megin og sveimir þá ég held að það ætla að hafast og við erum malbika í dag og klárast væntanlega morgun. Síðan auðvitað mjög stórt mál sem snertir okkur öll, það hitaveitan sem í kröppum dansi þessa dagana. Það auðvitað verið að bora eftir, verið að afla að bora nýja holu á Laugalandi og sem lítur mjög vel út en það sem við eigum að ná að afla fá gott heitt vatn, mjög heitt og stefnir allt í að það getur orðið mikið búbót fyrir hitaveituna en hins vegar að þá hafa boranir tafist vegna þess að þeir hafa lent í hremmingum, verið harðara berg heldur en hafa búist við og menn hafa verið að bora kannski 2 metra á 12 tíma vöktum og núna upp á síðkastið en það horfir nú allt til betri vegar en hins vegar að þá stöndum við frammi fyrir því núna þegar það hefur farið að kólna í veðri vegna þess að aðalholan á Laugalandi í rauninni úti meðan á þessu stendur að það orðið vandræði með heitt vatn og það búið óska eftir því við sveitarfélögin að spara vatn í sundlaugarnar, byrja á því og við höfum auðvitað brugðist bara við því þannig að frá og með núna klukkan 1 í dag að þá bara sundlaugarnar lokaðar hérna á Hellu og Hvolsvelli og Laugalandi og þetta gæti orðið í 10 daga eitthvað svoleiðis en við vitum það svo sem ekki alveg nákvæmlega en einhverja daga þannig að við komumst ekki í sund en hins vegar vonandi verður hægt að skaffa eðlilegt vatnsflæði inn á öll heimili og slíkt og þannig að það ekki gert ráð fyrir því að þau þurfa að fara að skammta það í sjálfu sér en þetta snertir auðvitað samt okkur öll og sum meira vegna þess að það auðvitað kaldara vatnið sumstaðar, svo til dæmis upp í Gunnarsholti og þar hefur þetta verið svona slappast upp á síðkastið en ég held að við verðum bara að sýna þessu skilning og vona það að það komi betri tíð með blóm í haga mjög fljótlega. Allavega þessi hola mjög efnileg þegar hún kemst í gagnið. Þá mun hún gjörbreyta þessu fyrir okkur hér frá því sem verið hefur. Læt þetta duga, takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ágúst. Þá göngum við til dagskrár. Fyrsti liður byggða ráð Rangárþings ytra 41. fundur. Það tillaga með staðfesta fundargerðina. Orðið laust. Ingilsson. Oddviti. Ég langar aðeins að bara að benda á lið 12.4 úr fundargerðinni þar sem að var verið að tala mikilvægi þess að öll fundagögn sérhvers máls berist og séu aðgengileg og ef ég mætti með leyfi Oddvita tengjast og sýna hérna aðeins á skjáin. Gjörðu svo vel. Ágúst. Já, gjörðu svo vel. Þá færð þú þessa slöngu hér. Já.
þess að hérna liður 12.4 þar sem verið að tala að fundarboð berist og birtist þar í fundargerðum á heimasíðu sveitarfélagsins. Og við höfum verið núna á þessu kjörtímabili verið að vinna í þessu sveitarfélagi að efla birtingu fundargagna og breyta heimasíðunni og þetta er til mikilla bóta og orðið mjög aðgengilegt og fínt hérna fyrir íbúana að hérna fletta þessu. En það eru svona ýmis atriði samt sem að ég vil svona bara benda á að efla okkur aðeins í og bara kannski velta fyrir okkur hvenær eiga þessi fundargögn að birtast og á hvaða tímapunkti eiga þau að birtast á heimasíðunni. Hér er til dæmis skipulags- og umferðarnefndin sem að við héldum hérna 17. nóvember fundur og hér er ekki sko búið að birta þau gögn sem að fylgja sérhverjum lið og kannski ekki æskilegt að þau birtist fyrir en að fundurinn er orðinn samþykktur eða staðfestur af sveitarstjórn. Þannig að það er kannski eðlilegt að það sé ekki fundargögn hér. Síðan er hér fundur sem á að halda í nefnd og hér eru liðir 3 og það er ekki neitt, það er engin fylgiskjöl hérna með. Þannig að spurning hvort að hér eigi að vera eins og hérna er fylgiskjal og hérna getur fundarmaður flett þessu upp til þess að kynna sér málefni fundarins. En hér er ekki hægt að fara, hér er ekki neitt með. Síðan er hérna reyndar liður hér þar sem að önnur fylgiskjöl eru. Og ef við opnum þetta, þá kemur ýmislegt hér í ljós, en það hefur enga tengingu síðan við fundin sem slíka. Þannig að þetta er smá svona, greinilega smá hnökrar í þessu bara sem að benda á hérna að ef að sveitarstjóri tæki þetta eitthvað til skoðunar að halda áfram með þessa góðu vinnu sem að hefur verið í gangi. Takk fyrir þetta. Þessu lokið. Góðar ábendingar og þetta er það sem við erum búin að vera að ræða og vinna að kjörtímabilinu og þetta er nú svona smákomið hjá okkur allt þetta horfið til betri vegar. Þetta eru hárréttar ábendingar og við tókum undir þær með hreppsráðinu þar sem að þú ræddir þetta og þetta er auðvitað það sem við viljum vel bara hafa í lagi þannig að þetta sé bara aðgengilegt og skýrt og greiðfært fyrir alla okkar íbúa og alla landsmenn þess vegna. Þannig ég tek undir þetta. Eru fleiri sem vilja kveða þessi ljós? Ágúst Kjörsvel? Já, ég bara tek undir þetta. Við erum að nýta okkur þetta kerfi alveg til þess ítrasta og það eru stundum brögðið að því að það vantar fylgiskjöl og það er bara réttmætt gagnrýni, finnst mér, og bara fínt að vekja athygli á því. Eins og er þessi fundargátt sem að snýra okkur sem að erum í þessum nefndum, hún býður upp á möguleika að skoða bara allt sem að er í skráð á viðkomandi mál. Oft er það mjög laustengt, það er eitthvað gamalt sem að er þar inni, eins og þú sýndir til dæmis. En það tengist málinu en kannski er það orðið bara vegna þess hvernig flokkunarkerfið er á skjölum og slíku. Að þá getur það verið orðið dálítið laustengt við það sem að nákvæmlega verið að fjalla um. Það er verið að það er eitthvað fylgiskjöl sem eru vistuð undir málinu en það er kannski verið að fjalla um málið á nýjan leik frá annarri hlið. Það er skýringin. Takk fyrir þetta. En öll gögnin eru þarna í rauninni. En það er auðvitað sem er í þessu að starfsfólkið þarf að tilengja sér þetta og læra þetta og það er auðvitað eins og framkom í ágúst að það er þýðingarmikið að þegar skjöl eru vistuð þau séu merkt rétt inn þannig að þau sjáist á réttum stöðum og þá væntanlega ekki þar sem þau eiga ekki að sjást og þar fram eftir götunum en við verðum bara að trúa því og treysta Ágúst því alveg sitt starfsfólk upp í þessu og þetta mun koma hægt og bítandi því að
Væntanlega viljum við ekki fara að ráða eitthvað sérstaklega skjalavörð á þetta. Freistum þess allavega að ná tökum á þessu bara með hefðbundnum hætti eins og við höfum verið að leggja upp með. En fleiri hafa ekki hvað sér ljós. Það var tillaga að staðfesta fundargerð Byggðaráðs. Þeir sem að geta samþykkt þá tillögu gefur merki. Samþykkt samhljóða. Þá ætlum við að gera hlé á fundinum þar sem að það kemur gestur til okkar inn á fundin, Janus Guðlusson, og ætlar að ræða við okkur heilsurækt og þá slökkum við á vélinni á mér. Þá fundi framhaldið eftir hlé og eftir kynningu Janusar Guðlussonar á átaki fjölþætta heilsurækt hjá sveitarfélögum. Það var aðalega eldri borgara, fróðlegt og skemmtileg kynning. Þetta var á 14. lið á dagskrá fundarins og það tillaga að bókun að eftir kynningunni Janusi sveitarstjóra verði falið að vinna áfram að málið. Þeir sem að geta samþykkt það gefur merki, það er samþykkt samhljóða. Þá vindum við okkur aftur fram í dagskrána í lið 2. Það er skipulags- og umferðarnefnd, Rangárþings ytra 2.1. Ég ger þetta með hefðbundnum hætti, þinn yfir í mig, annars lítið svo á að afgreiðsla skipulags- og umferðarnefndar sé samþykkt samhljóða. Skambistaðir 4, land 3, landskipti. Skipulags- og umferðarnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landskipti, tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. 2.2 Árbæjarhellir land 2 landskipti. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landskipti, tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. 2.4 Hlyngerði, Svínhagi, RS1 deiliskipulag. Skipulagsnefnd telur að tillagan hafi verið uppfærð með tillit til framkominna athugasemda. Skipulagsnefnd samþykkir því tillögun og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samhljóða. 2.5 Endurskoðun aðalskipulags Skeiða og Gnúpverjarnefs. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar við skoðun uppdráttar sveitarfélaganna kom í ljós ósamræmi í afmörkun á mörkum sveitarfélaganna beggja. Misræmi við Ölmóðsey, þar sem línur beggja uppdrátta eru ekki eins. Nefndin felur því skipulagsfulltrúa að kalla eftir nánari skýringum. Að öðru leyti gerir nefndin ekki athugasemd við tillöguna. Tillagan að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samhljóða. 2.6 Vindmyllur í Tryggvabæ, breyting á aðalskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að tillagan samræmist stefnu aðalskipulags og því sé ekki þörf á lýsingu. Nefndin samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Í samræmi við 6. grein laga nr. 106/2000 telur skipulagsnefndin að breyting á vindmyllum sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif samanber lið. Viðmið í öðrum viðauka laga nr. 106/2000. Því skal breytingin ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. 2.7 Efrasel 3 deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá lýsingu þar sem nefndin telur að skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins í ljósi þess hvaða hættu uppbyggingu verður háttað. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verður auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. 2.8
Hostel Þykkvabær EHF byggingarleyfi fyrir skilti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd hafnar erindinu. Unnið er að reglugerð skilti innan þéttbýlishellu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. 2.9. Grásteinn, deiliskipulag, aðkoma flatbyggna í Ytri-Rangá. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillögu landeigendum að fylla skuli með möl fyrir minni víkurinnar. Jafnframt skal fyllt með jarðvegi í víkina sjálfa upp fyrir vatnsborð árinnar. Nefndin felur skipulagsfulltrúa að fylgja málinu eftir við landeigendur. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Þá er lokið lið 2 og við förum í lið 3, félags- og skólaþjónusta, 28. fundur. Fundagerð frá 31.10.2017 og taka þar fyrir liði 3.1, 3.2, 3.4. 3.1. Fjárhagsáætlun félagsþjónustan fyrir árið 2018. Tillaga er að sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti fyrirliggjandi fjárhagsáætlun 2018 fyrir félagsþjónustudeild frá stjórn félags- og skólaþjónustunnar. Orðið laust þessu tillögu. Engin kveðið sér ljós. Þeir sem geta samþykkt hana gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. 3.2. Fjárhagsáætlun skólaþjónustunnar fyrir árið 2018. Tillaga er að sveitarstjórn samþykki fyrir sitt leyti fyrirliggjandi fjárhagsáætlun 2018 fyrir skólaþjónustudeild frá stjórn félags- og skólaþjónustunnar. Orðið laust þessu tillögu. Engin kveðið sér ljós. Þeir sem geta samþykkt hana gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. 3.4. Breytt fyrirkomulag að skipulagi félagslegrar heimaþjónustu. Tillaga að sveitarstjórn samþykki að taka upp til reynslu breytt fyrirkomulag að skipulagi félagslegrar heimaþjónustu þannig að starfsmenn félagslegrar heimaþjónustu verði ráðnir inn til félagsþjónustu Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslu en ekki beint til sveitarfélaga eins og nú er. Tillaga að einfalda fyrirkomulagið og gera það skilvirkara. Orðið laust þessu tillögu. Engin kveðið sér ljós. Þeir sem geta samþykkt tillöguna að gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. 4. Atvinnu- og menningarmálanefnd 14. fundur. Vísaði til umfjöllunar einstakar liði en fundagerð með öðru leyti staðfest. Fjárhagsáætlun 2018. Tillögur atvinnu- og menningarmálanefndar. Niðurstaða atvinnu- og menningarmálanefndar. Tillaga að markaðs- og kynningarfulltrúa verði falið að útfæra hugmynd vegna upplýsingamiðstöðvar sem staðsett yrði miðsvæðis á Hellu. Upplýsingamiðstöðin yrði sett upp með það að markmiði að afla upplýsinga hegðun ferðamanna innan sveitarfélagsins og dvöl og lengja dvöl þeirra. Miðað er við 3 mánaða verkefni. Kostnaður við verkefnið er vegna uppsetningar aðstöðu, merkinga og launa fyrir starfsmann. Áætlaður heildarkostnaður vegna upplýsingamiðstöðarinnar er 1.950.000. Óskað er eftir því að tekið verði tillit til þessa við gerð fjárhagsáætlunar 2018. Og það er tillaga að vísa erindinu til vinnu við fjárhagsáætlun næsta árs. Orðið laust þessu tillögu. Kannski ætti ég að segja eitthvað örlítið um þetta. Já. Við sem sagt eftir fund sem við vorum með ferðaþjónustuaðilum á svæðinu þá var þetta svona nokkuð skoðan niðurstaða að pröfa að hafa upplýsingamiðstöð. Það voru svona skiptaskoðanir sem vildu fara meira út í svona stafrænt. Öðrum fannst svolítið nauðsynlegt að hafa einhverja persónu til að geta tala við miðsvæðis einhvers staðar á Hellu til að geta vísað og nákvæmlega eins og stendur í erindinu að fá fólk til að stoppa í sveitarfélaginu okkar. Þannig að þetta er svona, eins og ég segi, þetta er bara tillaga frá okkur til pröfu en að sjálfsögðu það náttúrulega bara að skoða það. Takk fyrir þetta. Fleiri? Margrét Tryggvason. Var eitthvað tillaga tíma? Eru þið að tala bara sumarið? Já, það stendur 3 mánaða verkefni.
yfir sumartíman. Já. Ég er að hugsa það, já, Já. gott. Sem sagt yfir háannatíman. En auðvitað er náttúrulega háannatíminn orðin aðeins teygjanlegri heldur en það, en það verður að byrja einhvers þar. Nákvæmlega. Fleiri hafa ekki hvað sér ljós. Þeir sem að geta samþykkt tillöguna gefur merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. 4-3. Framlenging á samstarfssamningi, niðurstaða atvinnu- og menningarmálanefndar. Nefndin leggur til að samþykkt verði endurnýja samstarfssamninginn til 3 ára. Væntanlega samning um markaðsþjónustu Suðurlands. Og það kom ekki þarna fram, hefðum við betra. En það liggur þessi tillaga að staðfesta bókun atvinnu- og menningarmálanefndar. Orðið er lausnumstillaga. Ágúst Kjölsveinn. Já, þetta sé rétt að bara vegna þess að kemur ekki alveg nóg vel fram að einhverjum ástæðum. Við myndum bara bæta við, við markaðsstofu Suðurlands í bókunina Nákvæmlega. og svo að sé gleggra. Allir skilji hvað allt er við sem utanákomandi lesa. Takk fyrir þetta. Já, Sólrún Hallgrímsdóttir. það var svona, það eru ýmsar hugmyndir hvort það hefði átt kannski að framlengja þessu bara til 1 árs eins og við gerum síðast eða til 3 ára. En við töldum bara að okkur finnst við eiga heima innan markaðsstofunar og þá verðið allavega óbreytt næstu 3 árin. Þannig að það var svona aðal rökin og stór reyndar bæði. Þannig að Nákvæmlega. Takk fyrir þetta. Fleiri hafa ekki hvað sér ljós. Þeir sem að geta samþykkt fyrirliggjandi tillögu gefur merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá er liður 5. Yfirtaka ríkisins á lífeyrisréttindum vegna hjúkrunarheimila. Umboð sveitarstjórnar vegna samningsgerðar. Sveitarstjórn staðfestir að sveitarfélagið Rangárþing Ytra hyggst ganga frá samkomulagi við fjármála- og efnahagsráðuneytið vegna hjúkrunar- og dvalarheimilisins Lundar á Ellu skiptingu lífeyrisskuldbindinga og veitir Ágústi Sigurðssyni, Kennitala 31 1064 4879, sveitarstjóra heimild til þess að skrifa undir samkomulag þess efnis þegar fyrir liggur mat á lífeyrisskuldbindingum sveitarfélagsins. Orðið lausnarstillögu. Einhverjir sem ljós, þeir sem geta samþykkt tillöguna gefur merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. 6. Umsókn styrk til HSK 2017. HSK óskar eftir áframhaldandi stuðningi frá 280 á íbúa. Tillögur að styrkja HSK 160.000 krónur. Kostnaður færist á æskulýðs- og íþróttamál. Orðið lausnartillöguna. Ágúst Kjölsveinn. Kannski bara nefna það að við styrktum þetta 160.000 krónur í fyrra og þannig að það er þá óbreytt frá fyrra ári en það eru þetta ekki 280 krónur á íbúa. Því að við erum 1600 núna. En þetta er sama og í fyrra og það var óskað eftir því í rauninni. Og þetta er í takt við flest önnur sveitarfélög hér um kring. Fleiri hafa ekki hvað sér ljós. Þeir sem að geta samþykkt fyrirliggjandi tillögu gefur merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá er það lið 7. Kauptilboð Gaddstaðalóðir 41 og 42. Kauptilboð í íbúðarhúsalóðir til staðfestingar. Tillaga er að taka kauptilboðin og fela sveitarstjóra að ganga frá sölunni. Orðið lausnarstillögu. Engin hvað sér ljós, þeir sem geta samþykkt tillöguna gefur merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. 8. Ármót beiðni umsögn vegna rekstrarleyfis til gistingar í flokki 4. Egill B. Fyrir hönd sýslumanns sinns á Suðurlandi óskar eftir umsögn vegna beiðni Guðmundar Guðmundssonar
fyrir hönd Ármóta ferðaþjónustu ehf. Rekstrarleyfi fyrir gististaði í flokki 4, tegund C, í gistihúsi forsvarsmanns í Ármótum í Rangárþingi ytra. Tillaga að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir við veitingu rekstrarleyfis til Ármóts ferðaþjónustu ehf. Fyrir gististaði í flokki 4, tegund C, í gistihúsi forsvarsmanns í Ármóti í Rangárþingi ytra. Orðið lausna þessa tillögu. Engin kveðsögul ljós, þeir sem að geta samt tillöguna gefa merki. Tillagan samhljóða. Bergrissil BS, úttekt á starfi Dr. Róberts Ragnarssonar á starfi Bergrissalsgögn frá aðalfundi. Lagt fram til kynningar, úttekt á starfi Bergrissals BS og önnur gögn frá aðalfundi félagsins. Áriður lausn þennan lið. Ágúst Skjálsvöld. Já, Óttundi, það er kannski bara kannski að nefna það. Það er óskað eftir því við sveitarfélögin sem eru þáttakendur í eða aðilar að Bergrissanum að við sem sé ef við höfum einhverjar athugasemdir eða slíkt þá þurfum þær að berast núna fyrir 10. nóvember gagnvart þessar miklu úttekt á starfi Bergrissans. En ég hef ekkert meira það að segja sjálf sér en bara minna á það. Nákvæmlega, úttektin er vönduð og mikil að umsvifum og góð og þetta er lagt fram til kynningar. Þá er það liður 10. Saurbær í Holtum, landskipti, landeigendur Saurbæjar, óska eftir landskiptum úr jörð sinni, landnúmer 165-155. Skipt verður úr 2 spildum, annars vegar Saurbærland A, stærð 7.250 fermetrar, landnúmer 226-114 og hins vegar Saurbærland B, stærð 7.250 fermetrar. Landnúmer 226-115. Ekki liggur fyrir stærð Saurbæjar í þjóðskrá. Matshlutinn úr 3 íbúðarhús færist yfir á lóðina Saurbærland A eftir landskiptin. Jafnframt færist matshluti 29 vinnustofa gallerí yfir á lóðina Saurbærland B eftir landskiptin. Tillaga er að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við áformuð landskipti. Orðið laust þessu tillögu. Engin kveðsögul ljós, þeir sem að geta samþykkt gefa merki. Tillagan er samþykkt. 11. Stjórnarfundur S&S. Fundargerðin er lögð fram til kynningar. 12. HES stjórnarfundur nr. 182. Fundargerðin er lögð fram til kynningar. 13. Samband íslenskra sveitarfélaga 853. fundur. Fundargerðin lögð fram til kynningar. Liður 14. Fjölþætt heilsurækt í sveitarfélögum sem við afgreiddum áðan og þar með er dagskrá lokið eftir undirskrift á fundargerð. Þá segi ég þessum fundi slitið og þakka fyrir góða fund.